Vor sýndum við myndir af mengun í fjörum á Eskifirði en þar hefur nú orðið mikil breyting á. Í stað þess að fara í sjóinn fer úrgangur úr síldarvinnslunni nú í bræðslu. Hulda Dóra Styrmisdóttir segir okkur nánar frá þessu. Svona var fjaran fyrir framan fiskverkunina Friðþjóf á Eskifirði í vor en fiskúrgangur rann þá beint út í sjó, rottum og máfum einum til ánægju. En nú öldin önnur og fjörurnar hreinar því eigendur Friðþjófs réðust í sumar í gerð sérstakrar fitugildru. Þetta 6 metra löng og 2 metra breið þró, 2 á 60 dýpt og í hana safnast allur úrgangur frá húsinu. Þetta hvíta sem flýtur ofan á síldarfita en mikil fita kemur af síldinni við flökun. Áður rann þetta allt beint út í sjó en nú þróin tæmd reglulega og úrgangurinn seldur til loðnuverksmiðjunar í bræðslu. Að sögn Bjarnar Stefánssonar, verkstjóra og eins eiganda fiskverkunarinnar, var ákveðið að ráðast í gerð fitugildrunar í vor þegar menn sáu hversu mikill úrgangur safnaðist í fjöruna. Gildran kostaði 1 milljón króna en nokkuð fæst þó fyrir úrganginn þegar hann seldur í bræðslu. Bjarni segist telja að svona gildru ætti að setja upp fyrir framan öll fiskverkunarhús á landinu. Hann segist nú fyrst gera sig grein fyrir hversu mikill úrgangur kemur frá fiskverkuninni því að það sem af síldarvertíðinni hafa 80 til 90 tonn af úrgangi verið seld í bræðslu. Og það var Lára Thorlarensen á Eskifirði sem tók þessar myndir.